nýr gæðastjóri bestu deildarinnar, hvernig líður með þessa nýju stöðu? Þessi stað er bara frábær, hún náttúrulega svona brýtur sig niður í aðrar minni stöður. Ég er auðvitað viðskiptatengill og með reynslu af markaðsfræði og þróunarstjóri líka í nýþróun og í svona markaðssérfræði. Margt sem kemur á deildinni stafræn þróun, ég er leiðtogi þar í stafrænni þróun þegar kemur að bestu deildinni. Þannig að það er ýmislegt fólkið í þessum titli. Margvísleg staða, í hverju felst þetta helst? Já, fyrstu verkefnin liggja náttúrulega því að einblína kannski aðeins meira á það sem liggur utan vallar, frekar en inn á vellinum. Við erum að tala náttúrulega bara aðdáendur, það sem að koma á leikina, gesti, þjálfara mikið til og við viljum auðvitað eins og allir viljum við fá fleira á völlin. Við viljum að koma með á laggirnar sem hefur verið að gera úti að reikna út XF sem er Expected Fans og það þýðir þá bara hversu margir ættu að koma á völlin og við tökum þá inn í myndina hver er dagsetningin, hvernig veðurfarið og við þurfum auðvitað að spá mikið í það hérna á Íslandi hvaða kortatímabil er og hvenær við erum í mánuðinu, það er bara dagsetningin auðvitað. En við vonumst til þess að geta hækkað þá tölu allavega að koma með henn á laggirnar. En það sem ég kem með að borðinu er bara jákvæðni og skýr verkefni og við þurfum að haldast svolítið í hendur og svona leiða hvert annað áfram þó að ég taki í þessu tilviki að mér hlutverk leiðtogans svona í vissum skilningi. Við þurfum að passa upp á að róa í sömu áttina og gangi í takt. Það er kannski allra mikilvægast atriði. Við göngum í takt. Ef við göngum ekki í takt þá fellur þetta allt sjálft sig. Þakka þér, gæðastjóri.